sko, háð og kaldhæðni og brandarar og allt grín náttúrulega hluti af daglegu lífi og getur verið uppspretta gleði og hlátus en það getur líka verið eitthvað sem lætur okkur líða illa, sérstaklega ef við erum sjálf viðfangsefni brandarans og ég held að við þekkjum það öll, ég veit endur ekki með atvinnu grínarana, en við kannski þekkjum öll að hafa sagt brandara sem uppsker engan eða allavega lítinn hlátur eða nota kaldhæðni í röngum hóp eða á röngum tíma sem auðvitað alveg hræðilegasta sem getur komið fyrir mann. Það ekki það. En sko, hver það sem ákveður hverju má gera grínað? Það sko sannarlega ekki ég og ég held ef það væri til einhver svona ríkis bæklingur hvað má gera grínað og hvað ekki, þá væri hann bæði alveg sko stjarnfræðilega langur og ekkert rosalega fyndinn eða bara ekkert fyndinn. En sko ég held mitt innlegg til að byrja með að ég held að það sé rosa gagnlegt fyrir okkur öll að svona staldra af og til við og spyrja okkur bara hverju eða hverjum ég að hlæjað og gera grínað og af hverju finnst mér þetta fyndið. Það svona mitt innlegg. Algjörlega. Hvað segir þið? Þetta náttúrulega kannski líka alltaf breytast, það ekki? Þetta mjög breytilegt. Þú veist, ef við erum að horfa á grín bara 80 eitthvað, þú veist, þá fær maður alveg í magan af því að sem bara eldist mjög illa og annað kannski betur. En þú veist, hvað segir þið? Eru þið að ritskoða ykkur þegar þið eruð að fremja grín? Þetta svona dálítið sko, þetta svona dálítið eins og þegar maður að skrifa skaupið. Það rosalega áhugaverð stemming sem fylgir því. Og ég hef gert það núna 2018 og svo ég hitti fyrir eitthvað og það rosalega gaman sko. En það alveg rosalega krefjandi af því að þú ert að skrifa með fólki sem að finnst kannski hlutin sem þú ert að koma með ekki fyndnir. Já, og ég að gera, veist, og svo erum við með eitthvað atvik sem átti sér stað í íslensku samfélagi kannski og mín sýn á það öðruvísi heldur en hinna sem að skrifa, skilurðu? Mér finnst að fyndi að því að ég bara meðaldra hvítur karlmaður að gera grína einhverju svona en þá kom einhver aður að segja að það miklu fyndnar að gera grínað meðaldra hvíta kallmanninu með hinnu, bara alveg svona spegill og þetta verður oft mjög skemmtilegar og áhugaverðar umræður en svo þegar að maður kannski veislustjóri eitthvað staðar í 500 manna veislu þá maður ekki með sama prógram og þegar út með stand-up eitthvað staðar annar staðar sko. Nei, með líka settingið einmitt, þú veist, við tökum bara Sigursalinn, þar ertu komið með hóp fulla sala fólki sem mætt til að hlæja og til að heyra eitthvað sem aðeins á grensunni og yfir strikið, þú ertu kannski bara með 500 lyfjafræðinga og þau voru ekkert að endilega skrifa upp á það að koma og heyra eitthvað sem algjörlega beyond þau fóru bara ásátt í Advanja og þú varst veislustjóri fyrir vikið skilur þau voru ekkert að borga sig inn á það Nei. Ok, en þú veist þá ef að þið væru með þú veist, fullan hóp af fótboltagaurum myndu þá leyfa ykkur að fara þú veist lengra heldur en að þið væru með hóp af þú veist háskólakennurum Mér finnst þetta bara svona eins og til dæmis sko, þegar maður skemmt á kallakvöldi þá leifir maður sér meira en maður gerir það líka þegar maður skemmt á kvennakvöldi af því að því kellingarnar ekkert skárin við þegar maður lítur á þannig þegar þið eru komna saman í hóp búin að rífa tappana einn í hvítri og eitthvað þá eru þið alveg jafnmiklir villisingur og við erum bara manneskjur skilur, en svo verður þetta oft svona þegar pörin koma saman þú ert að fara með konunni inn á ársatíð eitthvað, þá kannski það verður bara öðru sér stemming. Þetta mjög fyndið með þú nefnir það, sko, mér finnst einmitt sko, ég á vini sko, sem bara geta hagað sér mjög illa og bara frábærir, svo komaði með konunum þú veist, í eitthvað samhengi, sko þá er það farin að vanda sig og svona aðeins settleri allir, sko, og við samanlega með konukvöldin svona allt svona klúrt og neðanbeltist það elskað það. Já, og það náttúrulega bara það alveg og það náttúrulega sko og það alveg fyndið ef það bara vel matrétt. Já, og sko samhengi líka það sem skiptir máli og ég held, þú veist, þegar stóri Facebook-leikin verður, þú veist, að þá munum við öll vera cancelled að því að, þú veist, við grínumst svo sérstakt með hóp sem við treystum þú veist, og harkalega ef að bara spjallið mitt og vinkurinn myndi lega út þá væri allir bara eitthvað, þú ert hræðileg manneskja skilur þannig að fyrir þau sem munu lesa mín spjall þegar að lekin verður, þú veist, þá það samhengi sem skiptir máli þá það bara, ég bið að heilsa frá Kamchatka ég fara þetta með eitt stór leikþáttur sko, og þú veist, í rauninni, við erum að setla sko, svo veit maður að þessar spjallgrúpur og matabóðin, það bara hlutir sem að flakka, sem eru
rætnir og ljótir gagvart náungunum sko. En ok, en ef við pælum aðeins í því, þú veist, ef að þið eru að ganga lengra svona í ákveðnum hóp, er það þá á kostnað einhvers hóp sem er ekki á svæðinu? Það nú svona allur gangur á því sko. Ertu að tala sko, Þú veist, ég meina eins og til dæmis, uppistandinu? já, líka eins og kannski eins og varst að tala sko með viniðina sem að eiga konur og þeir koma síðan, þeir eru svona settlegri þegar þær eru á svæðinu. Einmitt. Þú veist, þarf kona að vera í rýminu til þess að kallmenn einhvern veginn tala ekki illa konur Nei, ég segi það nú ekki nei, sko. nei. En þú veist, maður hefur nú alveg tekið sko, sagt grín sem ég myndi ekki segja ef viðkomandi væri í salnum sko. Já, ég skil og hef bara alveg brent mig á því að vera með bytt ákveði par og svona eftir á þegar var eitthvað sem þekkti þau sko, heyrði í mér og sagði bara, þú veist, þetta var, þú veist, svo var þetta ekki nóg að fyndi á mér sko, þetta þarf fyrst og fremst að vera fyndið. Já, akkurat, já. Þú veist, að það númer var eitt og ekki grína einhverju og sem þið fatlaðir eða eitthvað sem stamar eða eitthvað, þá verður það að vera fyndið. Annars er þetta bara boring sko. Skoti yfir markið. Já. En þú veist, að því að ég var einmitt að hugsa þetta fyrir þáttinn, sko, að því að það er oft talað um að það er sama hvaðan gott kemur, en í gríni ég stend mig átt að því, sko, eins og ég þekki þig smá Sveppi og við höfum unnið saman og ég veit að þú ert ekki hræðileg manneskja og þá er ég tilbúin að gefa þér svona aðeins meiri afslátt á ýmsu það er nefnilega nákvæmlega þannig. Já, en svo þegar ég veit það ekki og þegar ég veit ekki kannski opinberlega, manneski sem er að gera grín opinberlega og ég veit ekki eða finna ekki að opinberlega er manneskjan með sín prinsip á hreinu, að þá er ég ekki alveg tilbúin að hlæja að hverju sem er. Nei. Já. Þannig að því leyti skiptir einhverju máli, þú veist, sem uppistandari og manneski sem er svona opinberlega að gera grín, að hún sé skýra á sínum prinsipum. Já, mér finnst þetta til dæmis eins og nú er ég að byrja þetta í Sigursalnum þar sem að við erum með stand-up og það er náttúrulega, við erum alltaf ég er búin að vera í sömu vandræðum í 25 ár að það er pungalikt af mér sko, skilur við? Já, þú laðar að þér. Við erum alltaf eitthvað að gaurast, já. Skilur við, og þetta eru strákarnir og þetta er 70 mínútur og þetta er draumarnir og nú erum við í Sigursalnum og við erum svo fegnir að saga garða sig með okkur sko að það hálfverðin og bara það, veist það, einfalda líf okkar aðeins, skilur við, en hérna. Þú erum með rosa sögu á bakinu. Já, langa sögu, eins og löng og hérna, þannig, og það er alveg svona, veist, ég er með allt öðruvísi prógram heldur en til dæmis bara Ari Eldjárn, skilur við, hann leifir sér, ég get leyft mér að vera svona aðeins svona pínu krösti klán, svona reiður eða skilur við, svona pirrast út í eitthvað fólk eða einhvern, skilur við, en það er svo, það leifir sér, veist, Björn Bragi með öðruvísi, Jón Jónsson og allir MC Gauti og svona sko, það við þurfum og við setjumst alveg niður og ræðum þetta bara, veist, hvernig get ég executað þetta grín, ég er með grín, minnst þetta fyndið, topic, hvernig getum við farið með þetta aðeins lengra og hvernig getum ég executað það, jafnvel þannig sko að að það sé jafnvel eitthvað aðeins á mig hvað ég er vitlaus Já. heldur en að vera alltaf að benda vera jafnvel bara ég náttúrulega og veist eins og ég til dæmis í mínu þá er ég aðeins að vinna tala um hán og svona og þá ertu náttúrulega á sko hálum ís svolítið, Eðlilega, já. skilurðu en ég geri það líka bara þannig að ég er að tala um það með það bara hvað ég er Vitlaus og takmarkaður. Já, og takmarkaður og að skilur miða við kannski börnin mín en þú veist og svo er ég foreldra sem eru miklu vilsar en ég sko sem að veit ekki neitt Ég er bara viðurkenna fáfræðina og einfeldnina í sjálfum sér sko en ef maður byrjar einmitt á þeim enda sko og er búin að vera að gera grína sjálfum sér fyrst og svona alveg öllum að hlæja að sér og hvað maður er í raunni missetnaður alla kanta að þá fyrirgefst mjög margt svo í framhaldinu sko. Akkurat. Já, ég held að það sé, þú veist, svolítið það sem skiptir máli að því að, þú veist, góð brandari er bara pönslanið og þú þarft að svolítið svona að hafa mitt samhengi til að skilja pönslanið og þegar það er búið að setja upp í samhengi bara, þú veist, ég er að gera grína mér, ég er ekki að gera grína konum að því þær eru svo astnarlegar, ég er að gera grína mér fyrir svona mín innbyggðu viðhorf eða eitthvað svoleiðis, að þá er þetta allt öðruvísi og þú veist, og það er til alls konar sko fræðilegar kenningar húmór og ég er ekki að fara að tellja þær allir upp, engar áhyggjur en þú veist, mikið af því er að þú veist, eins og einn snýr það að við hlæjum og við getum hlegið bara ótrúlega óvegandi gríni með því að deyfa hjartað svona tímbundi og maður þekkir að einhver segir eitthvað sem er alveg bara svona stuðandi og þú bara svona hlærið bara á 0-1 og svo ertu bara eitthvað
oh my god, akkur hló ég að þessu en þá maður kannski ekki endilega að hlæja að því sem verið að tala maður að hlæja að því þetta, þú veist, þetta bara svona greip þið off guard, þið finnst ekkit fyndið að einhver hafi lent í þessu mögulega raunveruleikunum, en þið finnst fyndið að það er verið að þú veist, leika með þetta, það er verið að tala þetta, jafnvel er þetta þannig að þú veist, það er verið að tala málefni sem er svo erfitt að ræða að við gætum ekki setið og verið bara eitthvað að ræða þetta þannig að við erum öll orðin bara en við getum nálgast þetta topic með því að gera smá grína því og gera grína því hvað er erfitt og fólk þarf líka, það er í hverstöðunum með mitt í þessum, þú veist leikþætti og er alltaf settlegt og er að passa sig og þetta allt skilur og er ekki að segja sömu hlutina og hópspellinu það þarf að vera svona staðir eins og Sigursalurinn og Tjarnabí og það er svo ferðinn og það er einhvern veginn aðra leikreglu sko. Já, mér finnst það líka það var bara fríríki sko, fyrir bara að segja allt og þá er það bara, þú veist, bara að regla sé bara að þetta sé fyndið sko. Og þú veist, ég man ekki hver sagði það við mig, það var eitthvað sem var að gera grín á föllum en getur alveg verið fyndið og og það var eitthvað sem stóð upp og fór og móðgæðist og fannst þetta bara agalegt sko, ófallaður svo eftir sýningunum þá kemur fallar einstaklingur til að bara takk maður, takk fyrir að gera grín á okkur það er alltaf, skilur það miklu verra að vera þú veist, það öðri sem allir er bara við megum ekki gera grín á honum, skilur þá er þetta einhvern veginn þetta er komið í andhverfu sína sko. Þannig að við megum líka ekki vera ákveða fyrir einhverja minnihlutahópa hvað má og hvað ekki nei. Og sama eins og bara þegar við vorum að skrifa Skaupið, ég var með skets, mér langaði svo að fá sem sagt fatlaða einstaklinga til að leika fötluðu krakkana með okkar eigin augum mér aðstuði bara geggju hugum það var alltaf bara kleiti sig kaffi, gott eftir korter hefur bara að gera grín og öllu í sjónvarpi nema þeim skilur, við hefur ekki bara að láta einhvern leika andra skilur. Já, svona mannréttindi líka og þú tilherir með því að þessi gert grína þér líka þinn réttur og svo er þetta náttúrulega hversu vel tekur svo, eins og bara svona róst og svona þegar það er verið að skjóta á þig almennilega það er misjast hvernig bara fólk tekur í sumir hafa önun af því ég veist bara eins og þegar vinir mínir er að gera grína mér og eru að nefna einhverja hluti sem að eru réttir hvernig manneskja ég er þú ert svo mikill eitthvað bla I love it sko. En það fer líka eftir hversu vel persóna situr í sjálfu sér sumir eru bara ekki búin að viðurkenna fyrir sjálfu sér ákveðna hluti svo bent á og það er vont sko en fyrir þá sem er eitthvað neða svona þú veist, ég veit ég er 175 cm með þundurautt hár skiluru ég er ekkert að fara að vera reiður og eitthvað bendir mér á það sko veist, en eitthvað sem er ekki búin að sætta sig við það og er eitthvað neina afnættun og liftir alltaf hausnum svo það sést ekki hérna hann verður reiður þegar hann er bent á það sko. En eigið þið eitthvað brandara sem þið hafi sagt annarkvæmt sviði eða einhverjum hóp þar sem að þið hafi eftir að vera bara eitthvað why, af hverju sagði ég þetta